Talsvert magn af svartri bikmengun liggur á jörðu á Sævarhöfða í Reykjavík eftir niðurrif. Heilbrigðiseftirlit Reykjavíkur telur meðhöndlun á bikinu gagnrýnisverða. Árásir héldu áfram í Suður Líbanon í dag þrátt fyrir að samið hefði verið vopnahlé milli Ísraels og Líbanons í gærkvöld. Íbúi í Ísrael segir vopnahléð yfirlýsingu sem ekkert sé á bakvið. Innan við þriðjungur lögbíla á Íslandi nýttur undir landbúnað. Mikill fjöldi jarða í eigu dánarbúa sem hamlar nýtingu. Framkvæmdum í Vaðölduveri, fyrsta vindorkuveri landsins, miðar vel, segir yfirverkefnastjóri. 2 vindmyllur hafa risið á tæplega 2 vikum. Og frjósemi var góð í sveitum Austurlands þetta vorið. 2 6-lembdar ær á sittkorum bænum komu öllum að óvörum. Ég var ein í húsunum og alein hérna við þetta og ég bara fór inn í kindina og ætlaði ekki bara 7. lambið. Og þá var bara 7. lambið þarna. Gott kvöld. Talsverð bikmengun á iðnaðarsvæði við Sævarhöfða og fyrrum starfsstöð malbikunarstöðvarinnar Höfða. Heilbrigðiseftirlit Reykjavíkur telur að ekki hafi verið rétt staðið að meðhöndlun efna og úrgangs á svæðinu en hefur náð sáttum við malbikunarstöðina förgun. Mengunin hér upp á Sævarhöfða sem betur fer seigfljótandi og dreifir því lítið úr sér og ekki talin hættuleg af heilbrigðiseftirliti Reykjavíkur. En þetta getur til lengri tíma haft mengandi áhrif og ánáttúrulega ekki vera geymt eða fargað á þennan hátt. Ja, meðal annars hérna bik sem hefur fallið til á botninn á þessum töngum sem verið að rífa og það hefur verið flutt hérna til hliðar og geymt á jarðvegi sem við teljum ekki ásættanlegt. Síðasti tankurinn var rifinn niður fyrir tæplega ári en niðurrif þó enn yfirstandandi á svæðinu. Malbikunarstöðin Höfði HF í eigu Reykjavíkurborgar og Aflvaka. Til hefur staðið að stöðin flytji starfsstöðvar sínar og fyrirtækið í dag með aðsetur bæði við Álhellu í Hafnarfirði og á Sævarhöfða. Til stóð að eitthvað af bikinu verði endurnýtt en eftir athugun heilbrigðiseftirlitsins í dag varð ljóst að farga þyrfti því öllu. Heilbrigðiseftirlitið og Malbikunarstöðin hafa komist að samkomulagi að það verði gert á viðeigandi og löglegan hátt. Svava segir þó skort á úrræðum þegar kemur að förgun mengaðs jarðvegs. Já, ef við erum að ræða mengaðan jarðveg þá því miður erum við bara hreinlega ekki með neina meðhöndlunarstöðu eða neitt fyrir slíkt hér á Íslandi. En Sorpa í Álfsnesi hefur tekið við menguðum jarðvegi hingað til. Ísraelsmenn og Líbanar með milligöngu Bandaríkjanna sömdu vopnahlé í gærkvöld. Hezbollah-samtökin í Líbanon viðurkenna það ekki og íbúar bæði í Líbanon og Ísrael eru ekki vissir að það haldi. Ísraelsmenn hafa farið mikinn í árásum á Suður Líbanon undanfarna daga sem þeir segja beinast gegn Hezbollah-samtökunum sem hafa skotið eldflaugum yfir til norður Ísrael. Í gær stóðu yfir viðræður í Washington milli valdhafa í Ísrael og Líbanon sem svo báru árangur. Israel and Lebanon agreed to the implementation of a ceasefire. The ceasefire is contingent on a complete cessation of Hezbollah fire and the evacuation of all Hezbollah operatives from the South Litani sector. Þrátt fyrir samkomulagið voru enn sprengingar í Suður Líbanon í morgun sem sýnir hversu brothætt þetta vopnahlé þegar orðið. Serbneskur friðargæsluliði var drepinn og Ísraelsmenn kenna Hezbollah það. Hezbollah voru fljóta að hafna samkomulaginu og segja að Ísraelsmenn þurfi að draga sig frá Líbanon að fullu. Almenningur á átakasvæðinu hefur litla trú á vopnahléinu. بس إن كل كم يوم بيقولوا وقف إطلاق النار وبيروح فيها شهداء مثل المي عم بتروح الشهداء. وقف إطلاق النار على شو هلا بيكونوا ضربوا كذا منطقة. وين وقف إطلاق النار؟ הפסקת האש כפי שהיא נראית היום היא לא הפסקת אש, היא בעצם עוד הכרזה שאין מאחוריה דבר וחצי דבר. Hvað varðar viðræður vopnahlé í Íran, sagði Bandaríkjaforseti í gær, eins og reglulega undanfarnar vikur, að frétta væri að vænta. The negotiation itself has gone very well, actually. Very well. Mr. President. It could happen, I mean, if it happens, and it might not happen, who knows. But if it happens, it could happen like over the weekend.
Biðumst velvirðingar á því að vantaði texta þarna framan á fréttina. En einungis þriðjungur lögbíla á Íslandi nýttur undir landbúnað og aðeins rúmur 15 góðs ræktunarlands ræktaður í dag. Þetta kemur fram í nýrri skýrslu Landbúnaðarháskóla Íslands eignarhald á landbúnaðarlandi. Í tengslum við útgáfu skýrslunnar var haldið málþing á Hvanneyri þar sem höfundarnir Ásdís Hlökk Theodórsdóttir og Torfi Jóhannesson kynntu niðurstöður sínar. Eitt af hvað mér mest á óvart var hversu mikið af lögbílum á Íslandi eru ekki í búrekstri. Það 7.000 skráð lögbíli en einungis milli 1.500 og 2.000 sem eru í eiginlegum búrekstri. Það kom eins á óvart að það mjög mikið að bæði dánarbú eigi lögbíli og að lögbíli séu í mjög umfangsmikilli sameign. Hvort tveggja bendir til þess að þarna séum að ræða frekar óvirkt eignarhald sem að getur haft neikvæðar afleiðingar á byggðaþróun og almenna atvinnuþróun í dreifbýli. Það sem við vitum auðvitað að við búum hér við mjög frjálslegt regluverk hér á Íslandi með við nágrannalönd okkar þegar kemur að eignarhaldi á landbúnaðarlandi og viðskiptum með það. Af því leiðir kannski einmitt að eftirlitin ábótavant, gagnasöfnun og almennt gegnsæi. Þetta eru bara hlutir sem við þurfum að laga. Og stóra markmiðið að ná jafnvægi milli þessara þátta sem eru atvinnufrelsi, sem eignarrétturinn og síðan almenna hagsmunir sem felast í því að hér sé gott landbúnaðarland notað í matvælaframleiðslu. Og svo þurfum við að kortleggja og tengja saman þá gagnagrunna sem við erum með þannig við vitum miklu betur það hvað að gerast, hverjir eiga góða ræktunarlandið, í hvað hefur verið skipulagt og hvaða möguleika höfum við til að tryggja þetta góða ræktunarland til framtíðar, ásamt því að sjálfsögðu að gæta ákveðins jafnvægis vegna þess að við erum ekki að nota nema lítinn hluta af þessu landi og við megum heldur ekki setja ómeðlega kvaðir á fjölþætta atvinnuuppbyggingu í sveitum. Við þurfum líka ferðaþjónustu, við þurfum mögulega uppbyggingu á orkuverum, við þurfum alls konar uppbyggingu í sveitunum þannig að við megum heldur ekki takmarka okkur eingöngu við það að svona geyma landið agna þess að við ætlum kannski að nota það seinna. Utanríkisráðherra Bandaríkjanna sagði í bandaríska þinginu í gær að Grænland væri hluti af Danmörku þessa stundina. Samtöl standi yfir við Grænland og Danmörku. Utanríkisráðherra Grænlands ítrekaði að aðeins grænlendingar ákveði sína framtíð. Áhugi Bandaríkjamanna á Grænlandi hefur ekkert minnkað þó að aðrir hlutir hafi fengið meiri athygli undanfarið. Þetta sást til að mynda fyrir tæpum 2 vikum þegar Donald Trump forseti Bandaríkjanna birti á Truth Social gervigreindarmynd af sjálfum sér risavöxnum horfa yfir Grænland og skrifar með Halló Grænland. Marco Rubio, utanríkisráðherra Bandaríkjanna, satt fyrir svörum í þinginu í gær og var spurður ýmis málefni, þar á meðal vilja forsetans til að taka yfir Grænland. Þar benti þingmaður honum á að í stríðinu gegn hryðjuverkum sem var efnt til eftir árásirnar á Bandaríkin 11. september 2001 hefðu yfir 1000 evrópskir hermenn fallið og Danir hefðu mist mest miðað við höfðatölu. And I assume you're aware that Greenland is indeed part of Denmark. For now. Okay. Rubio benti jafnframt á að samtöl stæðu yfir við Grænlendinga og Dani sameiginlegar varnir. The president's view is that it's a lot easier to defend it when you have control and complete control of it. We are obviously having conversations with both Denmark and Greenland. They are ongoing on a monthly basis now. Múti P.E. utanríkisráðherra Grænlands ítrekkaði í færslu á Facebook í gærkvöld að framtíð Grænlands yrði ákveðin af Grænlendingum. Síðan segir, þannig hefur það verið, þannig það og þannig verður það í framtíðinni. Síðustu samtöl við Bandaríkin breyta engu þar Tugir mættu á Austurvöll í hádeginu í dag til að mótmæla fyrirhuguðu frumvarpi brottvísunarstöð. Frumvarp brottvísunarstöð á Suðurnesjum á lokametrunum. Í henni á að vista útlendinga sem vísa á úr landi, en helsta gagnrýnin á frumvarpið snýr að því að þar á að vista barnafjölskyldur. Breytingar hafa verið gerðar á frumvarpinu þannig að barnafjölskyldur verða í sér húsnæði og vistar fjarri einstaklingum. En eftir stendur að börn og fjölskyldur þeirra verða vistuð í lokuðu úrræði. Verði þessi ónög að fangelsa skuli saklaust fólk, börn, lögfest hér á morgun ljóst að við búum ekki í réttlátu samfélagi fyrir öll.
Þingmenn voru raunar að ræða samgönguáætlun á meðan mótmæli fóru fram, en frumvarpið enn í nefnd milli 2. og 3. umræðu. Og hefur formaður allsherjar og menntamálanefndar sagt að frekari breytingar kunni að verða gerðar á frumvarpinu. 11 starfsmönnum Kvikubanka var sagt upp störfum í dag. Stöðugildum hefur fækkað 18 síðan áramót. Ekki verður ráðið í stöður sem hafa losnað og losna á næstu mánuðum, segir í tilkynningu til Kauphallarinnar. Kostnaður vegna uppsagnanna nemur rúmlega 100 milljónum króna, en gert ráð fyrir að fækkun stöðugilda spari 400 milljónir á ári hverju. Forstjóri Kviku Ármann Þorvaldsson gaf ekki kost á viðtali, en segir í samtali við Fréttastofu að uppsagnirnar komi í framhaldi af sölu TM í fyrra, sem var stór hluti samstæðunar. Síðan þá hafi bankinn þurft að sníða sér stakk eftir vexti og reynt að ná fram meiri hagræðingu í rekstri. Ríkissáttasemjari boðaði samninganefndir Icelandair og Félags íslenskra atvinnuflugmanna til fundar nú klukkan 7 í kvöld. Tæp vika frá síðasta fundi og lítið virðist hafa þokast í viðræðum. Sigrún Þuríður Runólfsdóttir fréttamaður á staðnum. Hver staða mála? Já, fundurinn hafinn og hér komu samningsaðilar hlaupandi inn rétt fyrir 7 og fæstir vildu tjá sig mikið við fjölmiðla. Má ég aðeins spyrja þér hvernig líst þér á þennan fund? Bara ágætlega. Er að þokast eitthvað í viðræðum? Við höfum ekki hýrt á formlega fundi síðan á föstudaginn, þannig að við verðum bara að sjá hvernig setur núna. Og hver eru helstu ágreiningsefni núna? Við förum yfir það við borðið hér. En verkefni fyrir ekki frá okkur, við þurfum að klára samninga, það mikilvægt fyrir fyrirtækið okkar og bara íslenska hagkerfið og íslenska þjóð. Ertu bjartsýnn? Ég alltaf bjartsýnn. Það betra að vera þannig. Þið tilbúin að koma mikið til móts? Við förum bara yfir þetta henninni og sjáum hvað setur. Heldur þetta verið langur fundur í kvöld? Ég veit það ekki, það getur verið og svo getur verið að vera ákveðið að halda áfram á morgun eða það ómögulegt að segja. Ríkissáttasemjari staðfesti fyrr í dag að helst sé tekist á hvíldartíma, vinnufyrirkomulag og svokallaða blautleigu samninga, en þá getur flugfélag fengið annað erlent flugfélag til að fljúga fyrir sig. Icelandair hefur ekki haft heimild fyrir slíkum samningum, en félagi vill breyta því. Það verður forvitnilegt að vita hvað kemur út af þessu fundi hér í kvöld og við fylgjumst áfram með því á miðlunum okkar. Og með þessum orðum þá kveðjum við héðan úr Borgartúninu. Takk fyrir þetta, Sigrún Þuríður. 2 vindmyllur af 28 hafa verið reistar á Vaðöldu fyrir ofan Búrfellsvirkjun. Yfir verkefnastjóri segir framkvæmdunum miða vel og gerir ráð fyrir að fyrstu 14 vindmyllunar verði komnar í gang fyrir árslok. Hér í Vaðölduveri á Þjórsár- og Tungnarársvæðinu verður fyrsta vindorkuver landsins og hófust framkvæmdir í síðasta mánuði. Framkvæmdasvæðið eru 17 ferkilometrar á stærð við byggðarhluta Kópavogs. Verkefnið hefur gengið bara mjög vel. Við byrjuðum þennan áfanga með flutningunum sem hófust í maí. Þeir hafa gengið vel og svo fóru að undirbúa hífingu á vindmyllum og það hófst fyrir rúmum 2 vikum síðan og núna eru 2 af þessum 14 sem við ætlum að reisa í ár risnar. Vindmyllunar eru 150 metra háar að meðtöldum spaða en spaðahringurinn er tæplega 140 metrar að þvermáli. Ef við setjum þetta í samhengi þá er ein vindmylla jafn há og 2 Hallgrímskirkjur. Sigurgeir segir veður hafa verið hagstætt til hífinga sem hafi stutt vel við framgang verksins. Áskoranir sem við erum að fást við núna eru magnflutninga. Við erum búin að vera að flytja núna síðan miðjan maí og verðum að flytja vindmyllur fram í lok júní, byrjun júlí. Og svo veðrið, það þarf að viðra vel, það má ekki vera mikill vindur þegar þú ert að reisa sérstaklega blöðin og það þarf að læra á tempóið þar. Til stendur að setja fyrstu vindmylluna í gangi lok ágúst og gerir Sigurgeir ráð fyrir að allar 14 verði komnar í rekstur fyrir árslok. Snemma á næsta ári verða 14 vindmyllur til viðbótar fluttar til landsins og reistar og er ráðgert að vindmyllunar 28 verði komnar í fulla framleiðslu fyrir lok 2027. Það eru 120 megawatt sem við getum framleitt hérna. Það horfur á, þá er það svona í kringum 440 gigastundir á ári sem hægt að framleiða hérna og til þess að reyna að setja það í eitthvað samhengi þá er það svona eins og við séum að framleiða rafmagn fyrir svona 40% af heimilum á Íslandi.
Uppboð hófst í dag í Los Angeles í Bandaríkjunum á munum sem tengjast stórstjörnunni Marilyn Monroe. Tilefnið 100 ára afmæli hennar í byrjun mánaðarins. Happy birthday, Mr. President. Happy birthday to you. Marilyn Monroe eða Norma Jean Baker eins og hún hét réttu nafni var ein stærsta kvikmyndastjarna heims á 7. áratug síðustu aldar. Hún var ekki aðeins fræg fyrir framistöðuna á hvíta tjaldinu og sem kyntákn eða að syngja frægasta afmælisöng sögunar fyrir John F. Kennedy þáverandi forseta, heldur líka fyrir að berjast fyrir rétti sínum í hörðum kvikmyndabransanum. She fought for herself in a time period when it was very difficult for women to stand up for themselves. And so I think this idea of her agency and the way that she is really kind of an overcomer of a lot of obstacles still resonates with women today. Hún var aðeins 36 ára þegar hún lést af völdum ofneyslu lyfja. Á mánudag voru 100 ár frá fæðingu Monroe og þess var minnst með athöfn við kínverska leikhúsið sem hún sótti mikið sem barn og ritaði nafn sitt á blauta steypu þegar hún var orðin fræg. Þetta enn vinsæll ferðamannastaður. Í tilefni afmælisins stendur nú yfir uppboð á munum sem tengjast stjörnunni. Þar meðal annars hægt að bjóða í bréf, kjóla, áður óbirtar ljósmyndir, kvikmyndahandrit og snyrtivörur. Í dag var meðal annars komið $7.000 boð, 870.000 íslenskar krónur, í varalit sem var í hennar eigu. Búist við sölu upp á yfir $2 milljónir, 250 milljónir íslenskra króna. Hrissan Hugsýn frá Ketilstöðum nú hæst dæmda hryssa landsins frá upphafi kynbótardóma. Hún fékk meðal annars einkunnina 10 fyrir samstarfsvilja og 9,5 fyrir tölt og fegurð í reið í kynbótardómi í gær. Hugsýn 6 vetra á ræktu að þeim Bergi Jónssyni og Ólil Amble sem búa á Sigri Gegnishólum í Flóahreppi með sín hross og þar Elín Holst knapi líka sem sýndi Hugsýni í kynbótardómi í Hafnarfirði og fekk ótrúlegar háar einkunnir, til dæmis 9,5 fyrir tölt og fegurð í reið, 8,63 fyrir sköpulag, 9,18 fyrir hæfileika og 10 fyrir samstarfsvilja og endaði með aðaleinkunna 8,99. Hugsýn undan Álfakletti frá Sigri Gegnishólum og Hugrök frá Ketilstöðum. Ég mjög stoltur af henni. Þetta mjög bara virkilega flott. 9, 5 tölt og 9 skeið náttúrulega bara, þetta bara frábært. Það skulle vera þetta sameina í einu og sama hrossinu. Svona frábærar eiginleika. Svona gripur á að fara sem fyrst í ræktun. En hvað segir eigandi Hugsýnar? Hvernig best að lýsa merinni? Bara algjör gæðingur, bara svakalega gott geðslægi og svona bara, ég veit ekki hvað ég segja, bara ævintýra meri. Hvað best við hana? Tölti, það mjög gott og viljan hennar, langar alltaf að gera allt sem hann biður Það eiginlega bara allt gott við hana, þess mér, alveg drauma meri. Hugsýn hefur ekki átt folöld en stendur það til. Það kemur. Hún verður að halda svona drottning. Og næst á dagskrá hjá Elínu og Hugsýn landsmót hestamanna á Hólum í sumar, þar sem þær munu keppa í 6 vetra flokki, á hún ekki eftir að sigra þar. Það væri gaman, en maður veit aldrei. Svona fullt af góðum rossum. Úr hesthúsinu lítum við næst í fjárhúsin. Frjósemi hefur aukist töluvert hjá íslensku sauðfé undanfarin ár og markvisst ræktuð í stofninum. Á að minnsta kosti 2 bæjum á Austurlandi voru 6 lembdar ær í vor. Ég átti alls ekki von á þessu, það eiga eftir að taka á móti 6 lembingum. Alveg. Það komu 6 lembingar á 2 bæjum á Austurlandi í vor, Hafranesi við Reyðarfjörð og Klausturseli á Jökuldal. Þetta kom bændum á óvart á báðum bæjum. Talið í ám með ómskoðun snemma vors en næstum ógjörningur að telja 6, segja kunnugir. Ég hélt ég væri að vera að taka móti 4 lembingum. Ásta tók á móti 6 lembingunum á Hafranesi. Fyrstu 2 lömbin komu hjálparlaust en með hin þurfti aðstoð og Ásta fann þegar hún var að sækja 4. lambið að þau voru fleiri. Og þá fór ég bara að hlæja. Og fann að það var afturfættur 2 og ég dró bara það lamb út og það var nú frekar svona líflítið, ég var svolítið stund að taka það, eða eins og þetta koma til lífs. Já. Og svo þegar ég var búin að því þá
bara ákveðið að sækja Íslandi líka. Og það var Sem sagt fimmta lambið. Já. Og það var stór hrútur og svo sagði ég bara svona við sjálfum, ég var ein í húsunum og alein hérna við þetta og ég bara fór inn í kindina og ætlaði þessi ekki bara 7. lambið. Og þá var bara 7. lambið þarna. Það var bara eitthvað hugbóð sem þú fær. Já. Ætli það hljóti ekki bara að vera. Já, hljóti bara að vera 7. lambið. Og ég dróð það bara út og það var allt í lagi með það. 4 sexlembingana á Hafranesi braggast vel, 3 ganga með móðurinni og hrúturinn myndarlegi var vaninn undir aðra. 2 lifðu ekki. Sexlembingar eru mjög sjaldgæfir og þeir koma bara kannski frá engum ári og upp í kannski 3-4 sett á landsvísu á hverju ári. Guðfinna Harpa segir frjósemi í sauðfé alltaf vera að aukast og sérstaklega hlutfall fjöllemba. Það tekið saman í skýrsluhaldinu okkar, alltaf hversu margar ærur þá með 3 lömb eða fleiri og það núna þessi misserinn eða þessi árin frá svona 8 og upp í 10% en fyrir bara svona 15 árum að þá var þessi prósenta 5-7%, þannig að það hefur aukist mikið. Í Klausturseli var þetta reyndar ekki í fyrsta skipti sem fæðast sexlembingar. Það ekki verið fyrir 3 eða 4 árum síðan sem að kom síðast sexlemba á. Þannig að það er gaman að fá sexlemba aftur og allt lifandi í þetta skipti. Það var líka slatti af 4 og 5 lembingum hjá Martini í vor. Dálítið mikið á lömbum. Og þú ert að rækta þetta svolítið markvisst að auka frjósemina og hefur verið að því? Já, svona þannig. Við erum náttúrulega að reyna að búa til lambakjöt og það er það sem að máli snýst um. Tafir hafa orðið á útboði í brúarsmíði yfir Djúpafjörð þar sem verkið er umfangsmikið og flókið. 2 aðrar brýr á sama kafla á Vestfjarðavegi í Gufudalssveit eru að verða tilbúnar en þær munu þó ekki nýtast nærri strax. Yfir 200 metra löng stálbogabrú hér yfir Djúpafjörð verður síðasti kaflinn í endurbættum Vestfjarðavegi númer 60. 2 aðrar brýr yfir Djúpafjörð og Gufufjörð verða tilbúnar áramót en þær munu ekki nýtast fyrr en stóra brúin verður tilbúin en áætluð verklok eru árið 2028. Til stóð að bjóða brúarsmíðina út í apríl síðan í maí og enn frestast það eitthvað. Það nú bara verið að vanda til verka og fara yfir öll gögn og tryggja það að þetta sé í góðum málum þegar þetta verður boðið út. Er þetta flóknara og meiri framkvæmd en menn gerðu það fyrir? Ég held það nú kannski ekki en þessi brú er stór og mikið mannvirki þannig að menn vilja bara fara yfir alla þætti og tryggja þetta sé allt í góðum málum. Þannig að þegar þetta verður boðið út að þá verður síður eitthvað óvænt komið upp á. Við eigum eina svona brú inn í Djúpi hjá okkur, hún er 110 metrar löng, þessir yfir 200 metrar þannig að það er svona aðeins öðruvísi stærðir sem þarf að skoða. En það er ekki verið að fresta framkvæmdum til langs fram að eitthvað? Nei, ég veit til þess að það er búið að vera að lesa yfir útboðsgögnin þannig að ég reikna fastlega með því að þegar þetta klárast þessi yfirferð á þessum atriðum að þá verður hægt að fara að bjóða þetta út. Þegar brýrnar 3 verða loks teknar í notkun þá styttist leiðin milli Bjarkarlundar og Skálanes 20 km. Sjáum hvað verður í Kastljósi kvöldsins. Á annað 100 börn voru grunuð ofbeldi í fyrra og hafa ekki verið fleiri í tæpa 2 áratugi. Samfélagslögreglan segir að ofbeldi nái nú til yngri barna en áður. Við höfum alveg verið að færa okkur niður í bara 5. bekk og 4. bekk og fræðum ofbeldi þar. Hildur Guðnadóttir er hátíðarlistamaður listahátíðar í Reykjavík. Við heyrum frá henni í Kastljósi hér rétt á eftir. Skemmtilegast þegar ég er ekki að reyna að gera eitthvað heldur, ég bara svona leyfa hlutunum að gerast svolítið. Á veðri, suðlæg eða breytilega átt, 3-10 metrar á sekúndu á morgun. Víða súld eða rigning með köflum, þó síst á norðausturlandi. Hiti 8-13 stig. Við fjöllum nánar veðrið að loknum íþróttum. Á morgun leikur íslenska kvennalandsliðið í fótbolta gríðar mikilvægan leik í undankeppni HM. Andstæðingurinn er Úkraína en liðin berjast 3. sæti riðilsins sem gefur betri stöðu í komandi umspili. Nú slett vika í að heimsmeistaramót karla í fótbolta hefjist. Þjóðirnar sem taka þátt spila nú sína síðustu æfingaleiki áður en stóra stundin rennur upp. 3 íslenskir landsliðsmenn fengu í gærkvöld þýska meistaraskjöldin í handbolta afhentan og úrslita einvígi NBA-deildin í körfubolta hafið í íþróttum eftir andartak.
Og þá skulum við rifja upp helstu atriði frétta. Talsvert magn af svartri bygmengun liggur á jörðu á Sævarhöfða í Reykjavík eftir niðurrif. Heilbrigðiseftirlit Reykjavíkur telur meðhöndlun á bygginu gagnrýnisverða. Árásir héldu áfram í Suður Líbanon í dag, þrátt fyrir að samið hefði verið vopnahlé milli Ísraels og Líbanons í gærkvöld. Íbúi í Ísrael segir vopnahléið yfirlýsingu sem ekkert sé á bakvið. Innan við þriðjungur lögbíla á Íslandi nýttur undir landbúnað. Mikill fjöldi jarða í eigu dánarbúa sem hamlar nýtingu. Framkvæmdum í Vaðölduveri, fyrsta vindorkuveri landsins, miðar vel, segir yfirverkefnastjóri. 2 vindmyllur hafa risið á tæplega 2 vikum. Og frjósemi var góð í sveitum Austurlands þetta vorið. 2 sexlendar ær á sittkorum bænum komu öllum að óvörum. Og þá þessum fréttatíma að ljúka og komið að íþróttum á veðri og kastljósi. Næsti fréttatími í útvarpinu klukkan 10 í kvöld og nýjustu fréttir birtast allan sólarhringinn á rúv.is. Svo alltaf hægt að kíkja á samfélagsmiðla fréttastofunar, TikTok og Instagram. Þið finnið þá undir @fréttir, en við á fréttastofunni þökkum ykkur samfylgdina þar sem af þessum degi. Verið sæl. Á RÚV í kvöld. Miðstöðin, Siggi Gunnars stýrir lifandi þætti dægurmenningu með áherslu á tónlist, sjónvarp og kvikmyndir. Innlit til innanhúshönnuða. Sænskir þættir þar sem litið heim til þekktra hönnuða í Svíþjóð. Arkitektar, listafólk, steinsmiðir og húsgagnahönnuðir sýna hvernig þau búa sér einstök og áhugaverð heimili. Kjarnakona á